Mér langar að sýna ykkur hvað ég gerði í dag, hvað æfingu ég ákvað að taka. En ég var búin að vera heima í rólegheitunum allan daginn að baka og borða kökur og sinna strákunum mínum og bara dunda og hafa það notalegt. En mér langaði að fara út, en ég er ekki mikill skokkari, þótt ég hafa alveg gaman að því öðru hvoru. Þannig að, og mér langaði heldur ekki að fara langt frá heimilinu þar sem ég var með strákana mína heima og vin í heimsókn og svona. Þannig að ég skrapp bara í brekku sem er fyrir neðan húsið mitt og fór rólega tvisvar sinnum, eða einu sinni niður og einu sinni upp til að hita mig upp. Þetta er brött brekka, það sé ekki svona 300 metrar að lengd. Síðan því ég var búin að labba rólega upp og niður, að þá tók ég sprett upp og best er náttúrulega að taka sprettin bara eins hraðan og verða eins þreytt og þið mögulega getið. Sprettinu var svona 30 sekúndur. Fór ég bara í garðinn heima hjá mér og var búin að hugsa upp 2 tabatalótur. Aðra kannski meira fætur og meiri brennsla og hin meiri kviður, styrkur fyrir efri líkamann. Þannig að fyrsta lotan, hér farið niður í burpees, takið armbeygju, farið sundur saman með fætur og réttið svo hendurnar upp. Stökkva sundur saman, en það er líka hægt að stíga sundur saman. Það er hægt að aðlaga æfinguna að ykkur. Taka hana bara eins kröftulega að þau treystið ykkur til. 30 sekúndur. Pása. Næst er önnur þolæfing. Það sem er farið í niður sitt hvoru megin, stökkvið og snúið ykkur 180 gráður. Beygið ykkur bara niður eins og þið treystið ykkur til. Hendurnar niður, hendurnar upp. Eykur áhrifin, eykur brennslu. Gerir þetta erfiðara. Passið ykkur að anda reglulega gegnum æfinguna og tíminn er búinn. Næst tökum við svona pílatesæfingu. Kom ykkur fyrir á 4 fótum og lyftið svo út fótlegg og aftur. Haldiði 90 gráða beygjunni á hnénu allan tíman. Annar fóturinn fyrst. Klára hann í 30 sekúndur. Reyna að halda þyngdinni jafnri á hægri og vinstri hönd. Þannig að mjaðmirnar eru nokkuð jafnar og þið finnið fyrir kviðnum. Gott að teygja þess á milli, en svo byrjum við aftur og tökum hinn fótinn. Þannig að þetta reynir á læri, rass og kvið. Styrkir og mótar líkamann, fínt að gera svona æfingar með þolæfingunum, brennsluæfingunum. 30 sekúnduna búnar og þá byrjum við upp á nýtt á fyrstu æfingunni. Burpees. Þið getið alveg bætt við hoppi ef ykkur langar. Halda út, mæðast, þreytast. og
þá tíminn búinn. Næsta þolæfing. Þessi tegund þjálfunar gerir mikið fyrir okkur. Að taka stuttar en snarpar lotur. Góð brennsla styrkir hjartað, bætir þolið og í rauninni gerir oft meira en lengri æfingar sem með jafnari ákefð, eins og að skokka í 1,5 tíma. Þetta bara hálftíma æfing sem ég tek hér allt í allt. Tók hálftíma frá því ég fór út heima frá mér og þangað til ég var búin. Byrjum við aftur. Öðrum fætinum út og aftur. 90 gráður allan tíman. Þyngdin jöfn. Hægri og vinstri hönd mjaðmir jafnar eins og þið ráðið við. Ekki setja alla þyngdina á fótlegginn sem hvílir niðri og tíminn búinn. Þið getur líka tekið þessar æfingar þannig að þið teljið bara, gerið vist margar endurtekningar í staðinn fyrir að hafa tímann. En tíminn byrjar aftur. Hinn fóturinn. Ná góðri stjórn á andardrættinum. Og þá fyrsta lotan búin. Lota 2. Kviður og styrkur í efri hluta líkamans. Engin lóð notuð. Byrjaðu að koma ykkur fyrir, sitandi, hnébogin, lyfta hnjánum og rétta úr eins og þið getið. Halli ykkur niður næstu því að jörðinni og svo draga aftur upp. Anda reglulega. Þið getið hér sett hendurna niður fyrir aftan og bara rétt úr fótleggjum og beygt til skiptis. Þið getið tekið mjóbakið, spenna kviðinn vel. Æfingin búin, 30 sekúndurnar búnar, þá fyrir við planka olnbogum, komum ykkur fyrir, dillum mjöðmónum og lyftum fótleggjum til skiptis. Þannig að mjaðmir síga niður sitt hvoru megin og svo lyftum við fótleggjum. Fæturnir þurfa ekki að lyfta svo hátt upp. Við finnum svolítið fyrir síðunum þegar að mjaðmirnar síga svona niður. Finnum við hvernig það tekur í síðunar. Tíminn búinn. Pása, þá fyrir við hliðarplanka. Nú reynir á jafnvægið og ýmislegt annað. Komum okkur fyrir hliðarplanka upp á hendinni og við byrjum á því að opna og loka faðmi, svo lyftum við efri fótleggnum upp. Þannig við drögum undir okkur, lokum bringunni svolítið þegar höndin kemur niður, svo opnum við og svo lyftum við fótleggnum upp og hann sígur niður. Þið getið sett neðri fótlegginn niður, hnéð niður á neðri fótlegg, en lyft mjöðminn áfram upp. Tíminn búinn. Komum okkur fyrir hinum megin. Úlliður beint undir öxl. Lyfta mjöðmunum, bein lína. Og við byrjum, opna og loka faðmi, lyfta fæti. Loka bringu og draga upp. Lyfta fæti til skiptis.
Hér erum við að vinna með stóran hluta kviðsins, tíminn er búinn. Framanverðan, síðurnar, ásamt því að styrkja öxl, handleggi. Heyrðu, við erum komin í fyrstu æfinguna aftur. Bátur í jóga. Finnið bara ykkar útfærslu ef að þessi gengur ekki upp. Alveg að verða komið. Og tíminn kominn. Plankja olnbogum. Komið ykkur fyrir í planka. Með mér síga, lyfta fótleggjum. Undir stjórn. Frekar að hægja á en að missa stjórn. Halda rassinum frekar neðarlega. Þó það ger ekkert til að missa rassinn upp. Bara reynum meira á kvið þegar rassinn er neðar. Tíminn er búinn. Síðustu 2 æfingarnar. Hliðarplankarnir. Það er byrjað. Draga höndina undir, horfa kannski svolítið eftir henni og lyfta fæti til skiptis. Reyna að halda út en taka pásur þegar við þurfum. Hér væri líka hægt að fara niður á olnbogann ef ykkur finnst það betra. Til dæmis ef að úlnliðurinn er viðkvæmur hjá ykkur. Þá myndið þið fara niður á olnbogann. Tíminn búinn. Snúum, tökum þetta hinum megin. Gefa sér tíma til að koma sér fyrir, lyfta mjöðminni svolítið upp, finna jafnvægið. Þetta er byrjað. Muna það er hægt að setja hnéð undir. Þetta er tæknilega frekar erfið æfing. Það er bara erfið að flestu leyti. Það var það komið. Æfing dagsins búin. Ég er rennsveitt og ánægð.